Upphaf jarðvarmanýtingar á Íslandi og hugsanlega í heiminum öllum má rekja aftur til ársins 1908. Mikilvægastur jarðhitinn okkur líklega til upphitunar húsa og mikil verðmæti fólgin í því að þurfa ekki að nýta kol eða olíu til upphitunar. Í dag notum við heita vatnið gríðarlega mikið á hverjum degi, en gerum okkur grein fyrir því hvað heita vatnið kostar og hvað við notum almennt mikið af því. Við spurðum fólk á förnum vegi þessara spurninga. Ég allavega fer einhver 40 tonn í gegnum húsið. Já, 40 tonn á mánuði. Ég veit það ekki. 20 lítra. Er það ekki? Er það ekki eitthvað svona mennilegt? Þarna ég ekki að heimavelli, en það drúft sem ég notaði vegna þess að ég drúft sem ég notaði stórt hús og er alltaf að þrífa mig, svoleiðis að það drúft sem ég notaði. Ég held að kosti svona frá 2 til 10-15 skall á mánuði. Það eitthvað svona 6.000 skall eða eitthvað. Ég held að hitaveitan hérna á Akureyri, hún er nú búin að vera í einhver 30 ár og ég meir en held, ég veit að þetta allt saman, hún var mjög dýr fyrstu árin, með að borga þetta niður, en núna þetta bara allt innan skynsemismarka og ég mjög sáttur við orkureikningana mína. Hitaveitureikningur meðal heimila á Íslandi líklega á bilinu 5 til 10.000 krónur á mánuði. Segja má að verðmæti íslenska jarðvarmans sé í raun bæði fólgin í verulegum fjárhagslegum ávinningi en ekki síður með tilliti til umhverfisins, en 90% íslenskra heimila nýta nú jarðvarma til upphitunar húsa. Jæja, komin inn í hlíðuna. Það má segja að góða við Ísland raun og veru innihitinn, má segja, því að við erum alltaf kvart yfir veðrinu, en við erum nánast alltaf í 20 gráðum á logni í því hvað kvartað. Það kostaði gríðarlega orku að hafa þetta hitastig eins og við viljum hafa það. Og þetta rosalega vanmetið, af því að það raun og veru í þessum orkuþætti sem að við notum mestu orkuna, þessi kílóvattstundu. Við berum þetta saman við rafmagn, að þá notum við kannski svona hús eins og þetta er 200 fermetra hús, notar kannski 5.000 kilowattstundir af rafmagni, en þarf alveg 7 sinnum meira, 30-40.000 kilowattstundir af hitaorku. En þetta svolítið falið að því að hún mjög ódýr og mjög einföld. 90% landsmanna bara með hitaveita sem þetta rennur bara til okkar, kemur kannski 80 gráðu, 70-80 gráðu heitt inn og við tökum úr því 50 gráður og skilum þessu 30 gráður frá okkur og bara njótum lífsins. En þetta væntanlega eitthvað sem við hugsum, ég skal allavega viðurkenna fyrir mig, ég hugsa nú eiginlega aldrei út í. Nei, þetta svo ódýrt og ég segi bara sem betur fer. Því að við höfum til dæmis sett upp reiknivélar hjá Orkusetri sem sýnir raun og veru hvað þetta ódýrt. Að þetta svo blint, við fáum þetta í rúmmetrum, fólk ekkert skilning hvað mikil orka í þessum rúmmetra og svona hús kannski nota 750 rúmmetra, hvað það? En svo má kannski spá í hvað gerum við, hvernig nýtum við þennan hita. Það auðvitað fyrir aðalega í húshitun, en svo hluti náttúrulega í neysluvatnið sem aðalega uppvask og svo baðið og slíkt sem við notum. Og þetta heilmikil notkun og við höfum fundið að það stundur hringt til okkar þar sem menn skilja ekkert í akkur bara hitanotkunni hefur rokið upp úr öllu valdi. Þá mjög oft ástæðan, og ég spyr hreinlega bara í símanum, já, ertu komið með einhverja krakka úlingsaldur? Hvað kemur það málunum við? Þá nefnilega rýkur upp ég veit ekki, svona sturtu notkun, alveg út í því óendanlega, og það bara sér á. Það bara munur. Þannig að við gerum ráð fyrir þessi útreikningum okkar, hvort þessi úlingur á heimili, að þá rýkur upp vatnsnotkunin. Það munar svo mikið þetta. Magna. Já, það að huga ýmsu. Já, Orkusetur, Já, kemur víða við, víða við, en þau þurfum alltaf að þrífa sig súlingar, þannig að þetta bara besta mál, en þetta eitthvað sem allir koma svo yfir. Já. Og þá þetta sem margir tala það sturta eða bað, og mikið rifist hvort nú skynsamlegra. Upp á þrifin veit ég ekki, ég held að þú komir nokkuð nógu hreinn úr báðum þessum möguleikum, en það miklu meira orkusparnaður fólkinni að fara í sturtu. Að þeirri einföldu ástæðu að þú nota bara yfirleitt minna vatn.
Hérna höfum við ofnhitastilli sem er algengur í hverju húsi til þess að ákvarða hitann í húsinu. En á Íslandi er þetta mjög misnota fyrirbæri og raunar að vera misskilið. Það er bara svo merkilegt við þessa ofnhitastilla að þetta er eiginlega hugsandi vera. Hann getur sem sagt numið lofthitann og ákvarðað hvað hann þarf að gera út frá því. Og það gerum við þessar stillingar, þessar tölur. Margir og eiginlega allt of margir misskilja þetta stórlega og halda þetta sé einhvers bensíngjöf bara eins og mótorhjóli. Það sem þú bara gírar inn hita. En þetta er aldeilis ekki svoleiðis. Hérna gefur þú bara einfalda skipun og þá eins og hér, þetta er stilt á 3 sem er aðal stillingin, að þá stefnir þessi hitastillir á því að hafa 20 gráður inni. Það er hans verkefni og hans markmið. Og bara sem dæmi, svona dæmigerð sviðsmynd, allt og margir Íslendingar lendi í því að það er kannski svolítið hrollur í þér og staðan fyrir bara að tjekka á hvort að hitastillin sé ekki á réttum stað og stefni á 20 gráður, þá fara margir að gíra þetta allt saman í botn. Þá ertu komin í 5 og ert að fara að stefna okkur 28, tæplega 30 gráður sem er allt of mikið. Og síðan gleyma menn sér og auðvitað stuttu síðar að því þú varst að gefa þessari vitsmunaveru skipurinnar að gíra hitastigið upp í 20-30 gráður, að þá verður það heitt. Þá gerist það merkilega hjá flestum Íslendingum að þá, í staðan fyrir að lækka á rétta stillingu sem hún átti að vera allan tíman, þá opna menn gluggann til þess að kæla. Stórfurðuleg hegðun. Og það sem gerist þá er það að þessi litla vera hérna, hún misskilur ástandið. Hún er oftar en ekki stödd með nálægt glugganum og svo kemur kalt loft hérna inn og hitastillin heldur að hitastigið hafi hrunið niður og byrjar að hita á fullu. Og þá verður við upp, af hverju opnuðum við gluggann? Jú, til þess að kæla okkur. Þannig að hann fer að vinna gegn okkur. Af því að við mistum gjörsamlega stjórn á ástandinu. Yfirleitt er það þannig að talan 3 þýðir 20 gráðu hiti, hinn fullkomni stofu hiti. Talan 2 eru svona 17-18 gráður sem mörgum finnst gott að vera í svefnherbergjum. Talan 1 er raun og veru 13, 12, 13, 14 gráður sem er gott í geymslum og kannski anderum sem erfitt er að hita upp vegna umgangs. Síðan er þetta stjörnumerki sem þýðir að þú getur stilt á þetta og ert farin í fleiri mánuði og haldið húsinu í frostfríu. En hérna uppi 4, þá ertu komin í 23 gráður sem er kannski svona það sem þú vilt hafa í baðherbergi. Það er dálítið notalegt að hafa aðeins meiri hita þegar þú kemur kviknækin úr sturtunni. Og svo ertu bara með svona einhverju maximum hita fyrir hérna einhverju 26, 28 gráður sem einhver hitabelti stemning sem átt helst ekkert að vera nota. En við nýtum ekki jarðvarmann einungis til upphitunar húsa. Við notum hann í raforkuframleiðslu, til baða, við ræktun grænmetis, í fiskeldi, til snjóbræðslu, í iðnaði, ylrækt og í landbúnaði. Í þessu samhengi er einnig oft talað fjölnýtingu. Fjölnýting jarðvarma er kannski allan út frá sjónarhorni þeirra sem framleiða rafmagn er að nýta orkuna á jarðhitasvæðin, heita vatnið og mögulega gufu og annað til annarra nota en til að framleiða rafmagn. Þetta er til dæmis til að hita upp gróðurhús eða hita upp hús. Þetta er til að þurrka eða keyra einhvers konar iðnað eða til baða þess vegna eins og Bláalónið og Jarðböðin fyrir norðan eru dæmi. Svo hefur líka verið að skoða möguleikann á því að nýta þau gös sem í útblæstri jarðhitavirkjana. Til dæmis til að framleiða eldsneyti eða annað slíkt úr gösunum í útblæstri. Þannig að þetta er svona í stuttu máli að nýta eiginlega allt það sem upp úr borholunum kemur og er ekki notað til rafmagnsframleiðslu. Eitt af þeim verkefnum sem hefur vakið mikla athygli á sviði fjölnýtingar er auðlindagarður HS Orku í Svartsengi á Reykjanesi. Ef til vill má líka þessari hugmyndafræði við viðhorfsbreytingu í sorpmálum. Það er að segja að hætta að hugsa ruslið, nú eða gös eða annað sem fylgja orkuverum sem rusl, heldur frekar sem verðmæti. En sú hugafarsbreyting getur haft í för með sér fjárhagslegan ávinning en ekki síður umhverfislegan. Auðlindagarður HS Orku hérna á Reykjanesi er í rauninni svona
hugtak yfir þau fyrirtæki sem að nýta 2 eða fleiri strauma frá þessari jarðvarmavinnslu sem við erum með hérna í Svartsengi og Reykjanesi. Og þetta eru fyrirtæki sem eru flest öll sprottin upp af nýsköpun og þróun á jafnvel byrja sem sprotafyrirtæki og eru í dag að vinna mörg hver úr straumum sem eru annars væri kannski affall frá orkuverum. Þau eru að nýta gas, þau eru að nýta affall frá skiljuvökva frá orkuverunum. Þau eru að nýta heitan eða volgan sjó sem er búinn að vera nýttur til þess að kæla geimsvala orkuversins. Þannig að þetta eru svona fyrirtæki sem eru að nýta þessa sem við erum hægt að tala um í rauninni hrakstrauma, við tölum um auðlindastrauma. Eigum við kannski að fara þessi yfir þessi fyrirtæki? Hvaða fyrirtæki er hérna að finna í auðlindagarðinum? Náttúrulega þekktasta fyrirtæki í auðlindagarðinum hjá okkur er náttúrulega Bláa lónið. Bláa lónið það náttúrulega það nýtir þennan skiljusjó sem kemur frá orkuverinu og kemur hérna undan fótunum á okkur í rauninni. Hann er sóttur niður á 2 km dýpi og svo kemur hann upp á yfirborð og er skilinn í gufu og skiljusjó. Skiljusjóinn nýtir Bláa lónið í heilsulindinni sinni, sem er kannski þekktasta starfsemi Bláa lónsins. En það er ekki eina starfsemin sem Bláa lónið rekur. Þeir reka líka lækningalind, þar sem er meðferð við ýmsum húðsjúkdómum, sérstaklega þá psoriasis. Á þessum í húðlæknastöðinni starfa læknar, hjúkrunarfræðingar og ég veit sem dæmi að í fyrra komu einstaklingar frá yfir 30 löndum í meðferð í lækningamiðstöðina hjá þeim. En þriðja starfsemi Bláa lónsins er svo rannsóknar- og þróunarsetrið. En þar fer fram öll rannsókn og þróun á í rauninni vökvanum sjálfum og eru unnin þau efni sem eru svo nýtt í snyrtivöruframleiðsluna og framleiðslu Bláa lónsins og í meðferðarvörurnar þeirra. Það er ræktaður þessi þörungur sem spratt upp hérna í Bláa lóninu og þar er felldur út kísill og þar er unnið mikið rannsóknar- og þróunarstarf. Við vorum að hlæja því hérna áðan inn á kaffistofunni að í rauninni upphafið má í rauninni kalla Bláa lónið bara iðnaðarskól. Já, það er nefnilega sérstakt og það er að þá samkvæmt íslenskum lögum og reglugerðum að þá er affallið frá orkuverinu skilgreint sem iðnaðarskól og má því kannski segja það þannig að túristar og ferðamenn hér koma til að synda í iðnaðarskólpinu og borga hellingapening fyrir og njóta til hins ítrasta. En þetta er auðvitað svona mest áberandi afleitt og þekktasta afleita nýtingin og þessu fjölnýting af öðrum fyrirtækjum og þá er það út á Reykjanesi, þar erum við með stærsta fiskeldi landsins sem að rækta Senegalflúru. Þeir nýta þennan volga sjó sem er tekin úr borholum 100 metra frá ströndinni og er svo nýttur til að kæla eimsvala virkjunarinnar og þeir hófu störf kringum 2013. Út á Reykjanesi eru líka 2 hausaþurrkunarfyrirtæki sem að þurrka fiskafurðir og það eru Haustak og Hátegur. Svo hérna handan við hæðina á leiðinni til Grindavíkur er Orf líftækni sem að vinna sérvitt prótein í byggi og hafa framleitt og er að framleiða vel þekktar snyrtivörur, EGF, húðvörur. Þetta er svona megin starfsemi auðlindagarðsins í dag. Og svo má ekki gleyma að hérna eru við með Carbon Recycling. Carbon Recycling líka, já. Carbon Recycling, þeir taka koltvísýring frá orkuverinu og breyta því í endurnýjanlegt metanól. Og það er gífurlega spennandi verkefni og kemur til með að keppa við vonandi jarðefnaeldsneyti í framtíðinni. Það er eiginlega kristallast í þessari hugmyndafræði að hugsa þetta iðnaðarskól sem Bláa lónið er, sem er síðan valið hvað eitt af 25 undrum veraldar hjá National Geographic
Þannig að þetta merkilegi hluti sem að gerast hérna. Jarðvarminn, hann náttúrulega skapar okkur gífurlega mikið áskorunum og að vinna í jarðvarma og á svæðum sem eru í flestum tilfellum á gífurlega verðmæt svæði og viðkvæm svæði. Þetta eru bara áskorun fyrir okkur sem vinnum í þessum geira að leysa þau vandamál sem komu upp í sátt og samlyndi við náttúruna og umhverfið og auðlindina ekki síst. Þannig að eins og vandamálið sem var iðnaðarskólpið var bara breytt í Bláa lónið. Já. Kannski eitt dæmi. Kannski eitt dæmi og það er mín sýn að það er alveg, þetta fer alveg saman. Og ég held að besta dæmi sé hér, sko, að ferðamennska, orkuiðnaður, náttúru og útivist, þetta getur allt farið saman ef rétt er staðið að hlutunum. Við hugsum líklega sjaldan orkumál í tengslum við ferðaþjónustu. Hins vegar heimsækir mikill fjöldi gesta íslenskar virkjanir og upplýsingamiðstöðvar orku- og veitufyrirtækja á ári hverju. Alls á annað 100.000 manns. Flestir gestir heimsækja Hellisheiðarvirkjun eða 50.000 á ári en fyrirtækið Orkusýn rekur þar jarðhitasýningu sem opin daglega. Við erum að kynna jarðvarma notkun Íslendinga og þessa starfsemi Hellisheiðarvirkjunar. Og hingað fáum við til okkar 20.000 túrista á hverju ári og allir jafn spenntir að fá að fræðast svona jarðvarmavirkjun. Og hvað er það nú sem að fólk hefur mestan áhuga? Það þegar maður segir að Íslendingar eru hvernig við notum heita vatni, hvað við mikið af heitu vatni, að við séum að heita upp húsin okkar með jarðvarmanum, fólk alveg stendur með nánast með tárin í augunum. Við vorum að heyra drunur, hvað er fólk að gera núna? Já, þetta er jarðskjálftahermurinn okkar og það við erum með nokkra stóra jarðskjálfta af Suðurlandi og þá fær fólk að prófa hvernig hljómar jarðskjálfti. Og það sem er skemmtilegt er að margir túristar segja við mig, ég vissi ekki við hverju ég átti að búast að koma í virkjun, hvað er maður að skoða virkjun og svo finnst þetta kannski highlight ferðarinnar. Við höldum okkur við Hellisheiðarvirkjun og hittum því næst Dr. Eddu Sif Pind Aradóttur, efnafræðing og verkefnistjóra verkefnis sem kallast Carbfix og fengum hana til að útskýra verkefni fyrir okkur. Við höfum frá árinu 2007 verið að þróa aðferðir til þess að minnka gasútblástur frá háhitavirkjunum okkar. Við byrjum á að innblýna aðalega á koltvísýring fyrstu 2 árin, en frá 2009 þá höfum við verið að reyna að beita sömu aðferðum og við byrjum að þróa fyrir koltvísýringinn til að minnka útblástur á brennisteinsvetni. Til að byrja með þarna árið 2007 þá höfðum við bara áhuga á því að taka þátt í að finna leiðir til þess að draga almennt úr gróðurhúsavandræðunum í tengslum við aukningu á koltvísýringi í andrúmsloftinu og síðan náttúrulega eftir að Hellisheiðarvirkjun tók til starfa þá lentum við í brennisteinsvetnisvandanum og í kjölfarið var sett reglugerð leyfilegan styrk af brennisteinsvetni í andrúmslofti og þá í rauninni því að brennisteinsvetni og koltvísýringur haga sér með mjög svipuðum hætti þá gátum við beitt sömu aðferðum og vorum byrjuð að þróa fyrir förgun og koltvísýringi fyrir brennisteinsvetnið og markmiðið með gasniðurdælingunni er ekki bara að koma gasi aftur niður í jörðina, heldur gengur ferlið þannig fyrir sig að við leysum gasið upp í vatni áður en við dælum við niður og þannig að við getum hugsað sér að við erum með risastórt sótastrýmtæki eða eitthvað álíka ofan í borholunni Þannig að við erum ekki að setja gas niður, þá náttúrulega hætta á að það myndi bara sleppa strax aftur upp til yfirbors. En með því að leysa það upp í vatninu, fyrir eða á meðan á niðurdælingu stendur, þá erum við strax búin að festa það á því formi og síðan, það sem er svo skemmtilegt við aðstæðurnar hér á landi, er að Íslandi er búið til úr basalti og þegar að vatnið með uppleystu gastegundunum kemst í snertingu við basaltið sem er neðanjarðar, þá farast það efnahvörf og ákveðin efni þau leysast upp úr basaltinu, til dæmis kalsíum og járn og magnesíum og þá myndast nýjir steinar í staðinn sem að binda þá bæði koltvísýringinn og brennisteinsvetni. Og hérna erum við til dæmis með svona típiskan basaltklump, getur verið tekinn hvaðan af landinu og eftir að þessi steinn væri búinn að hvarfast við vatn með uppleystum brennisteinsvetni og koltvísýringi, þá myndum við annars vegar mynda kalsít úr kalsíum
og koltvísýringi eða pýrit, kallast líka glópagull, úr brennisteinsvetninu og járni. Þannig að þetta er rauninni markmið með niðurdælingunni, að gasið endi sem berg en ekki sé bara fljótandi einhvern veginn á gasformi neðanjarðar. Íslendingar standa framarlega á heimsvísu í þekkingu og nýtingu jarðhita. Orkustofnun er til að mynda þáttakandi í alþjóðlegu jarðhitaleitar og nýtingarverkefni. Við hittum Guðna Jóhannesson, orkumálastjóra. Já, það er verkefni sem heitir Geothermal Eranet og er verkefni sem fékk rúmar 2 milljónir evra í styrk og það er samstarf stjórnsýslustofnana sem eru með umsjón með fjármögnun og rannsóknum í Evrópu og þarna eru 8 lönd með og það sem við gerum er að reyna að vinna að því að kortleggja hvernig stjórnsýslu, rannsóknum og öðru er háttað í þessum löndum og síðan að efna til samstarfsverkefna meðal þessara landa á þessu sviði. Það er að segja, og hagsmunir Íslendinga eru miklir, við höfum þekkingu og jarðhita og Evrópumenn, þeir hafa jarðhita og þeir eru komnir kannski á þá skoðu núna, þeir ættu að nýta hann betur því að það eru orðnar ýmsar viðsjár afhendingu á gasi á þessum mörkuðum og þarna erum við með eitt verkefni til dæmis í Úkraínu þar sem við erum að vinna fyrir utanríkisráðuneytið að kortleggja síðan möguleikana því að nýta gas í hitaveitur. Nýta jarðhita fyrir hitaveitur í Úkraínu og þar með minnka gasnotkun þeirra sem að myndi þá bæta stöðu þeirra gagnvart sínum kæra nágranna þarna. Og þetta er nú dálítið áhugavert að Ísland geti verið þáttakandi og sé með þessa þekkingu sem að hér er að finna. Já, þetta er auðvitað, má segja, þetta hjálpar okkur með tvennum hætti. Auðvitað erum við með sérfræðinga hérna og síðan ákveðna starfsemi sem þá nýtur góðs af þessu. En við leiðum líka gefur þetta Íslandi miklu gott orðspor á alþjóðlegum vettvangi að geta bæði í þessum löndum, í þróunarlöndum og annar staðar verið með í að nýta jarðhitann til þess að bæta aðstæður bæði ríkja og almennings. Með útflutningi á íslenskri þekkingu á jarðvarmanýtingu má segja að við séum ekki einungis að skapa möguleika til tekjuöflunar, heldur má í raun segja að við séum líka að veita þróunaraðstoð líkt og jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna ber glöggt vitni um. Við erum í samstarfi við þróunarlönd sem eru þar sem við vitum að jarðhiti og þar sem við vitum að vilji til að nýta jarðhitann. Þannig að við erum í samstarfi við stofnanir í þessum löndum og þar sem við teljum að þörfin sé fyrir hendi þá bjóðum við þeim að tilnefna nemendur til náms á Íslandi. Við veljum síðan nemendurna út frá viðtölum. Þeir eru allir, það eru viðtöl við alla nemendur til að kanna bakgrunninn og vera vissum að við séum með í höndunum efnilega nemenda til að fá til Íslands. Og stóra markmið er auðvitað að fólki sem fari til síns heima og nýti þekkingu. Það er svo algjört grundvallarskilyrði þegar það fær þennan styrk til að koma í þessa þjálfun, þá skrifar það jafnframt undir samning það að þau fari aftur heim til síns heimalands og muni halda áfram sínu starfi þar að minnstakosti 3 eða 4 ár eftir að þjálfun lýkur. Og flest þeirra fyrir flest þeirra verður þetta ævistarfið. Já. Og fyrir þá kannski sem ekki þekkja til, þá skiptir þetta gríðarlegu máli. Hversu miklu máli getur útskýrt það fyrir okkur? Já, ég held að kannski sé Kenía besta dæmið í dag. Fyrsta virkjunin þar er byggð upp úr 1980, en þetta gekk hægt lengi vel. En þarna þeir hafa sendt til okkar fjölda manna í þjálfun og staðan var orðin svo að þegar komið fram undir lok aldarinnar að eiginlega flestir af helstu yfirmönnum þessara fyrirtæki sem hefur stýrt jarðhitavæðingunni í Kenía voru þjálfaðir á Íslandi. Við hittum nemanda frá Kenía sem stundar nú nám í jarðhitaskóla Sameinuðu þjóðanna hér á Íslandi.
Actually, I came to Iceland first in 2010 for a 6-month course on environmental studies and geothermal development. And this is because Iceland is among the top 10 countries in the world on geothermal technology. So because Kenya has an agreement with Iceland on capacity building, I came here and I liked it, and I was invited back again for further studies. I am doing my doctoral studies in environmental science and geothermal development. So basically I am narrowing down on pollution from geothermal power plants with respect to the emissions, basically hydrogen sulfide and other trace metals, and how they impact ecosystems. And is this change important for Kenya, in your opinion? Yes, this change is important because, as I said, it's going to promote economic development using clean energy resources, which is what the world is talking about right now, reducing the effects of climate change which are associated with fossil-driven energy sources. Kenya is a middle-income economy. It plans to grow in economic development by the year 2030. Sorry, it's not a middle income. It plans to be a middle-income economy by the year 2030. And to do this, energy is very key. And of course, clean energy is important here. En þetta rætt að þetta sé eitt af því sem Ísland getur gert, að nýta þekkinguna sem hefur orðið til dæmis í jarðhitanum, sem þessa þróunar aðstoð. Þetta eitthvað sem við ættum að gera meira af, að þínu mati? Það engin spurning að þetta þróunaraðstoð sem skila sér betur heldur en flest önnur þróunaraðstoð. Já, jarðvarminn náttúrulega staðbundin auðlind. Við munum líklega seint flytja út heitt vatn þó að slíkar hugmyndir hafa komið upp einhvern tímann með tankskipum. Svo það sem hefur náttúrulega gerst og mun bara verða meira og við höfum eiginlega látið útlendinga kenna okkur það, hvað jarðhitinn stórkostlegur, að það að fara í sund í slittu í febrúar náttúrulega bara ótrúlegt, og við séum svo samtvinnaðir að við tökum ekki eftir því. En þarna við erum að fara að nýta og vera að markasetja hann kannski meira. En það verður auðvitað alltaf innanlands, því við seljum hann ekki á fernum til útlanda, það alveg ljóst.